Herri já, þá kíkjum við á verkefni 3. Í verkefni 3 þá fáið þið aftur skjal til þess að vinna með. Það lítur svona út. Lítur út fyrir að skemmtilegt. Og einn í verkefni 3 að þá er verkefnalýsing sem segir nákvæmlega hvað það á að gera. Og það er líka skjal sem sýnir hvernig það á að líta út í lokin. Þannig að hérna sést að það á að greinilega vera einhver forsíða, á að vera einhver mynd hérna. Hérna er allt í einu komin efnisyfirlit, og hérna er komin blaðsíðunúmer, og hérna er komin einhver fyrirsögn, og það er komin header og svo framvegis. Þannig að við ætlum bara að ganga listann. Sjá hérna bara, atriði númer 1 er að búa til forsíðu. Þannig að þá getum við farið hérna, við getum bara ítt á enter haldið í niðri, og stundum gott að zooma þess út. Þannig að þetta reytir verkefni, ég ætla ekki að hafa þetta þessu letri. Þetta er hvað verkefni 3 í Word, þetta á að vera í miðjunni, þetta á að vera stór texti. Svona, stækka texta, og ég setjum inn einhverja mynd. Þið kunnið að græja það. Og við þurfum að enda þessi hérna neðar, svona. Þá komin okkar fallega forsíða. Atriði 1 komið. Setji fyrirsagnir í heading 1 og heading 2, eins og sést í skjalinu. Ok, fyrirsagnir. Þannig hérna er einhver fyrirsögn. Hérna er einhver önnur fyrirsögn. Hérna er einhver önnur fyrirsögn líka. Það er munur á þessu. Þannig að þetta er þá heading 1, þetta er heading 1, þetta er heading 1, þetta er heading 2. Við sjáum munun á þessu. Þannig að heading 1 og heading 2 er oft notað sem svona fyrirsagnir og undirfyrirsagnir í skýrslum. Þannig að hérna er skjalið sem við ætlum að vinna með, þannig að við ætlum að taka þetta hérna, ljóma þetta upp og setja hérna sem heading 1. Ok, við ætlum að taka þetta hérna og setja þetta sem heading 1. Svo held ég áfram á listan, tek þetta hérna, þetta var heading 1, þetta var heading 2 og svo framvegis. Ok, loka þessu hérna. Ok, þá er það komið. En síðan þarf ég hérna að breyta hvernig heading 1 og 2 lítur út. Þannig að heading 1 og 2 á að vera svart með feitletra letur. Ok, en hérna er heading 1 og ég ætla bara að hægri smella á þetta og gera modify. Og þá er ég hérna með, þetta á að vera feitletrað, bold, og þetta á ekki að vera blátt, þetta á að vera svart. Og þá breytist heading 1 allstaðar. Ég hægri smella heading 2, fyrir modify, sama, þetta á að vera svart og þetta á að vera feitletrað. Og þá er það komið. Ok, út til efnisyfirlit finn ég það í reference og smelli á table of contents. Þannig að efnisyfirlitið, það á að vera, koma hérna á nýrri síðu. Þannig að references, table of contents, og við veljum bara það sem er fyrsta hérna. Og þá kemur hérna. Það ætti náttúrulega að koma meira hjá ykkur af því að ég gerði ekki, setti ekki heading 1 og heading 2 og allt. En síðan líka bara henda þessu yfir á næsta síðu. Hvað gerist þetta svona? Gerum við eitt annað. Gerum hérna, lærum það í leiðinni. Insert page break. Og fer þetta á nýja blaðsíðu. Við skulum skrifa hérna í staðinn fyrir contents, þá skrifum við bara efnis yfirlit. Og við þetta svartan texta. Já, hvað meira? Búa til header og footer en á forsíðunni á header og footer ekki að birtast. Þannig að, hvað er ekki hérna? Þannig að förum hérna
búin til header sem stendur eitthvað fmos, þá á að vera eitthvað meira, þið skoðið það. En sjáu að þá kemur þetta allstar, þá kemur þetta á forsíðunni og öllum verður blaðsjum. Þannig að það sem ég þarf að gera er að þegar ég er í headerinn minna og þá poppar upp hérna svona valgluggi fyrir header footer og ég get gert hérna different first page. Smellt á það og þá dettur það út á fyrstu blaðsíðunni. Ok, footerinn, þegar ég fer hanga niður, þá vil ég fara í page number, bottom of page, hafa númer hérna. En það sem gerist þá er að þá er náttúrulega forsíðan er með númer 1 og blaðsíða 2 er náttúrulega númer 2. En ég vil þetta ekki. Ég vil að efnisyfirlitið, það er að segja blaðsíða 2, ég vil eiginlega að það hafi blaðsíðu númer 1. Þannig að það sem maður þarf að gera þá er að maður getur farið hérna í page number, farið í format page numbers og sagt hérna start at. Þannig að ég vil ekki að forsíðan starti á blaðsíðu 1, ég vil að hún starti á blaðsíðu 0. Því ef ég ger þetta að forsíðan byrjar á blaðsíðu 0, þá verður blaðsíða 2 réttara sagt með blaðsíðu 1. Sjáu þið, þá kemur 1 hérna, sem er það sem maður vildi. Já, blaðsíða númer 2 hefur því blaðsíða númer 1. Og síðan bara skilu þessu einu og þá er það komið.